Komið sæl. Ég heiti Pétur S. Arason og kennarinn ykkar í Sál 103, þessum áfanga, þó ég noti talsvert af efni sem að fyrirrennari minn, hún Margrét Perla Leifsdóttir, skildi eftir. Stóra verkefnið í áfanganum að gera sálfræðilega tilraun og skila síðan skýrslu hana. Leiðbeiningarnar eru allar hérna á kennsluvefnum og eru það nokkuð nákvæmar og ætlast ég til þess að það sé farið svona, tiltölulega nákvæmlega eftir þessum leiðbeiningum. Raunar bara mjög nákvæmlega, enda sjáið því. En þetta skjal á kennsluvefnum og þið getið skoðað það. Og það sem meira á kennsluvefnum líka leiðbeiningar til mín og sem þið getið notað. Það að segja að þetta sem sagt upplýsingar það hvernig ég ætla að fara yfir verkefnið, hvernig verkefnið verður metið. Þannig að þetta hafið þið. En mjög oft þá aðal höfuðverkurinn sá að finna efni til þess að skrifa til þess að rannsaka eða til að gera tilraun á. En það svo sem hægt að komast af með að gera tilraunir sem í raun og veru mjög einfaldar. Ég ætlast ekki til þess að þið farið að endurtaka eins og til dæmis tilraun Milgrams, nema kannski í einhverju, ef þið getið útfært hann í einhverju mjög smekkaðri mynd. Á kennsluvefnum að finna glærur rannsóknir í sálfræði. Það eru frá Perlu komnar, en ég bætti nú samt svolítið við þær. Hér til dæmis hvernig á að gera tilraun og svona ýmis hugtök í sambandi við tilraunir sem þið getið notað þegar þið farið að skrifa skýrslu. Dæmi tilraun. Þetta einföld minnistilraun sem að væri vel hægt að framkvæma, en þið þurftið aðeins kannski að útfæra það nánar. Svo ýmsar aðrar rannsóknir. Talað siðferði í sálfræðirannsóknum, en það voru 2 rannsóknir sem að ollu miklu fjaðrafóki á sínum tíma og ýttu undir það að menn hefðu siðareglur í rannsóknum. Það ýmislegt sem að þarf að hafa í huga. Þáttakandi verður til dæmis að gefa samþykki sitt af fúsum eða frjálsum vilja, hvort það sé til í að taka þátt í rannsókn. Og það ber að framkvæma tilraunina þannig að hún valdi ekki ónauðsynlegum líkamlegum eða andlegum þjáningum. En þetta fólk sem tók þátt í þessum tilraunum eins og hlýðni tilraun Milgrams og fangelsistilraun Zimbardos, þessar tilraunir gengu mjög nærri því fólki sem tók þátt í þeim. Milgrams tilraunin hún var gerð til þess að athuga áhrif refsinga á nám. Það að segja að þáttakandunum var talin trú það, en það var alls ekkert markmið rannsóknarinnar. Þáttakandunum var sýndur orðalisti og þeim var sagt að refsa nemanda í hvert skipti sem hann gerði villu, og refsingin var stighækkandi raflost frá 30 til 450 voltum í 30 volta þrepum. Þáttakandunir þeir hittu nemandan og fengu að sjá hann í klefa þar sem honum var komið fyrir og sáu hvernig hann var tengdur við rafskautin. Þáttakandunum var síðan komið fyrir við stjórnborð þar sem hann gat stýrt raflostunum. Var að ræða, þetta náttúrulega var að sjálfsögðu allt saman blekking. Það var ekki verið að gefa neinn raflost, en þeim þáttakandunum í tilrauninni var talin trú það, hann væri að gefa raflost. Og síðan var rannsóknarstjórinn, hann
sagði þeim alltaf að gefa meiri og meiri hærri og hærri raflost, þannig að þau voru farin að gefa raflost sem að voru í rauninni, já, lífshættulega í rauninni, og undir því yfirskynni að þau bæru ekki sjálf ábyrgð á því sem þau voru að gera, og þau gátu afsala sér ábyrgð. Það er semst á nú það var hann sem sagði mér að gera þetta, það var rannsóknarmaðurinn, hann sagði mér að vera óhætt að gefa þetta raflost. Og Milgram hann líkti þessu við óhæfuverk nasista á stríðsárunum, þar sem að fólk framkvæmdi alls konar hluti á þeirri forsendu að það væri bara að hlýða yfirbóðurinn, hlýða skipunum. En við vitum jú að það er alltaf við sem að berum ábyrgð á gjörðum okkar. Zimbardos tilraunin, það er fangelsistilraunin, þið getið bara lesið þetta á vefnum. Það hefur verið gerðar bíómyndir báða þessar tilraunir. Ég ætlast nú ekki til þess að þið farið að endurtaka þær. En hins vegar þá er ég bætti við tilraun fleiri hugmyndum en já, það er ætlast til þess að þið verið búin að finna ykkur verkefni miðjan febrúar, og þá kannski skiljiði til mín hvað það er sem þið ætlið að taka. Ég kem til með að setja inn á kennsluvefinn svona já, smá tilkynningabút, skilakassa. En hins vegar er skilakassin fyrir rannsóknarskýrsluna, hann er komin inn, en endaleg skil á skýrslu eru 3. apríl. Hins vegar er ágætt að hafa það í huga að ekki er ráðnemi tíma sér tekið, og það er kannski alltaf að fara að huga að þessu. Segja bara gangi ykkur vel og takk fyrir mig. Ég hlakka að vinna með ykkur í vetur.